Þingeyri stendur við Dýrafjörð og eru íbúar ásamt sveitinni í kring 400 talsins. Nafnið Þingeyri mun vera dregið af Dýrafjarðarþingi sem var háð þar til forna. Aðalatvinna Þingeyringa tengist sjávarútvegi á einhvern hátt, en þó er að finna aðra starfsemi tengda ferðaþjónustu og handverki. Þingeyri hefur verið hluti af verkefni brothættra byggða hjá Byggðastofnun síðan 2018. Við hittum Agnesi Arnardóttur, verkefnastjóra í Blábankanum, til að fræðast þá þýðingu sem verkefnið hefur haft hingað til. Að mínu mati þá hefur verkefnið gengið alveg ágætlega en þetta er svo mikið langhlaup, þetta verkefni, yfir höfuð. Þetta brothætta byggðaverkefni er mjög fjölþætt og það snertir eiginlega alla fleti samfélagsins og þetta gerist ekkert yfir nótt. Þetta er ekki spretthlaup, þetta er langhlaup sem þarf að vinna að jafnt og þétt og helstu áskoranirnar í rauninni eru það að vera þolinmóður. Maður langar svo að sjá að þetta gerist bara svona, skilur, en það gerist ekki. Og það hafa verið á þessum árum, þessu 2 árum sem ég hef verið hérna, þá hafa verið fullt af verkefnum. Við erum búin að styrkja í kringum rúmlega 50 verkefni. Og þau eru mörg í gangi og mörg að skila einhverju strax. Sum þeirra eiga eftir að skila einhverju. Og svo hef ég mikið verið að hjálpa fólki bæði til að sækja annar staðarstyrki eða bara hvað annað. Og það eru svona trúnaðarmál í gangi með það náttúrulega. En það er í uppbyggingu nokkuð verkefni sem gætu skaffað bæði aukin störf og fjölga fólki hérna. Ef þau verða veruleika. Ég bíð bara spennt að sjá. Ég vona það nái áður en verkefni líkur því að eins og staðan er núna þá lítur út fyrir að við eigum bara 1 ár eftir 21. Maður tekur eftir að það er mikið að gerast og mörg verkefni að dúkka upp en hvernig er blandan? Hefur tekist að virkja þá bæði þá íbúa sem eru hérna og eru þá aðrir að flytja inn á svæðið? Já, ég held það. Mér finnst það fólki hafa fjölgað hérna og þetta er alltaf samvinnuverkefni. Ég vinn alltaf mikið hérna með Blábankanum náttúrulega, ég er í Blábankanum með aðstöðu og þetta er flott samvinnuverkefni sem við ætlum að halda áfram að vinna saman í. Og sko verkefnin hérna sem hafa verið styrkt og verkefni sem er í gangi, ég get alveg sagt að þau snerta alla fleti samfélagsins. Þetta er sem sagt menning og list og ferðaþjónusta og atvinnusköpun, hinn hefðbundnu atvinnuvegir og það er líka svona verið nýsköpun í gangi en allt tekur þetta tíma og sum þessara verkefna koma að fara, sum skila meira eftir sig en önnur og ég held að það er frekar erfitt að meta, þú veist, í dag hvernig þau nákvæmlega hverju þau skila en ég hef trú á því það, mann finnur það bara á fólkinu að koma hérna. Fólk er bjartsýnt og ég vil trúa því að verkefni hafi haft góð áhrif. Ég vil trúa því. Þegar maður er að velja sér í búsetu þá vill maður sjá að það séu tækifæri til staðar og hér er hægt að fá íbúðarhúsnæði, hér eru komnir einstaklingar sem eru farnir að vinna að nýsköpun sem dæmi þannig að það er mikill grundvöllur fyrir samvinnu og Þingeyri hlýtur að teljast á góðu staði til þess að vinna að nýsköpun. Algjörlega, ekki spurning. Og við í verkefninu, við reynum líka að styðja við þetta fólk og við erum, eins og ég segi, þú veist, kannski eini gallinn er sá okkur fyrir að vanta húsnæði. Og það er, við erum að vinna að því. Nú er verið að vinna aðalskipulag og Blábankinn og öllum íbúasamtökun hérna stóðu fyrir stórum íbúafundi þar sem við fórum í gegnum hvernig við vildum sjá framtíðina á Þingeyri næstu árin og næstu 20 árin í raun og veru og þá kemur í ljós að okkur vantar húsnæði og þá er alltaf spurningin sko hvað kemur undan hænan eða ekki að reyna að trekkja fólk til þess að koma hérna þá þarf náttúrulega líka að hafa stað til þess að bú og hér eru frábæri skóli, frábæri leikskóli og allt til alls í raun, æðisleg náttúra og gott að vera og við erum vinnum í því núna leyndaljóst að vera með húsnæði, meira framboð á húsnæði þannig að fólk eigi auðveldara með að velja það að koma hingað. Þetta að fá íbúana með í þetta til þess að horfa fram á veginn, sjá þessi 20 ár fram í tíman, hvað segja íbúarnir, hvað vilja íbúar fá hérna á Þingeyri? Já, veistu það, íbúarnir á Þingeyri finnst mér vera mjög opnir. Og mér hefur fundið svona fólk almennt vilja sjá blómlegt líf, blómlegt fjölbreytt atvinnulíf og svona svona aldursskiptingu íbúana í góðu jafnvægi. Í dag erum við með fleira eldra fólk en yngra fólk og fólk svona fjölskyldufólk með börn
sjá sér fært að koma hér og það svolítið það sem íbúarnir vilja líka og að fólk geti notið náttúrunnar, að hérna séu góð aðstaða fyrir fólk til útivista sem að í rauninni en alltaf má bæta eins og með það að það búa til svona, eða hvað maður að segja, merkja betur gönguleiðir og þess áttar, en náttúrunn bara hérna við dyrastafinn hjá þér sko. Og mér finnst íbúarnir vera mjög jákvæður og ég sjálf frá litlu þorpi og ég hef búið víða en mér hefur fundist Þingeyringar ofsalega opnir og taka vel á móti fólki, virkilega. Og það með þetta fjölbreytni í atvinnulífinu og það að brothættar byggðir sé að styrkja fjölbreytt verkefni, það ekki einmitt mikilvægast fyrir brothættar byggðir að það sé ekki verið að setja öll eplin í sömu körfuna að eins og við höfum séð að það getur ýmislegt komið upp á í heiminum að það sé ekki allt á einu stað og það sé einn atvinnuveitandi. Það nákvæmlega þetta sem við höfum verið að gera og líka eins og skapandi störf, skapandi eins og hvað maður segja, menning og listir, það skapar líka atvinnu. Þetta ekki bara bundið við gömlu, eins og maður segir, þorpa, atvinna, fiskin og þess áttar, en auðvitað uppgangur hér í laxeldinu og það náttúrulega stór partur, en þessi verkefni sem fólk hefur verið að vinna að hafa verið að bjóða upp á í rauninni og vonir meiri fjölbreytni, þannig að við séum eins og segir ekki með allt á sama stað sko, öll ekki í sömu körfunni sko.